Place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Down the road I go. 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 Darling, have no place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Darling, when that train roll up and out, I come walking out. Come walking out. When that train roll up and out, I come walking out. Come walking out. Hvað myndir þú gera þetta? Jesus Christ! Svo hjó ég það alla. Þinni herður niðar. Já. Með atgeir mínum risastór. En Þjóstólfur, viltu segja okkur sögur hrossinn? Já. Reið ég að Alþingi seiðasta vetur og hitti þar mann að nafni Úljótur, lögfróður maður, mikill og stór, skarpborður og fjölkunnugur. Göldróttur mjög. Hann var vitur og sagði með margar sögur af sínum sögum. Hann átti góðan atkeir, kallað frumugígur. Frumugígur? Það frumugígur sem ég var að slá með. Ég veit. Hann átti þar 4 hesta. Allir rauður nema einn sem var skjanna hvítur með páfa. Já, með páfa að aftan. Jæja, strákar, hérna erum við komið með aðalréttinn og ég ætla aðeins að fá að kynna hann fyrir ykkur. Stórmyndi. Hérna erum við sem er létt steikt foie gras með balsamic dressingu, borið fram á rauðlauk sultubeði og toppað með mintu og goji-berjum. Ég elska foie gras. Sko, goji-berry er uppáhaldið mitt.
Ég borða Goji Berry í morgun, maður. Hvað þetta eitthvað lekkert? Nammi. Það bara mest hvað ég pakksattur eftir þessa ristuðu fyrirmynd, sko. Svo dæli. Já. Nammi. Augnakong. Nammi, namm. Sjá þetta. Dagur 1. Ég var að kaupa mér myndavél, svona stafræna, og ætla að halda svona útfærslur yfir svartasta skammdegið. Verið sæl. Ragnhildur, Já. við reyndum allt sem við gátum, en því miður þá er hann látinn. Er það alvarlegt? Já, það er alvarlegt. Það er vel þá að vera í hjólastól. Nei. Ekki. Guði sé lof. Ég var hrædd hann í smá stund. Vinsamlegast reyndu aftur. Vinsamlegast reyndu aftur. Vinsamlegast hafðu samband við afgreiðslu. Alltaf sama við sem þetta hérna maður, djöfusins. Man kemst aldrei hérna inn maður, anskot. Já, verið velkomin í beinu útsendingu hér frá gullleikunum í Brussel. Þetta verður eflaust spennandi hjá okkur í dag, Már. Það er rétt Helgi, þetta verður spennandi hér í dag og hérna sjáum við keppendurna. Við sjáum keppendur, hérna er norsarinn Lars Hansen og hann hefur gamla viti sem verður gaman að sjá hvort það verður slegið í dag. Já, hér á annarri braut sjáum við svo okkar mann, Gretar Páls. Gretar Páls á annarri. Æðislegt að sjá hvernig honum er ganga í dag. Hann er að jafna sig eftir meiðsli. Mikið meiðsli á skeifunni. Já, gaman að sjá hvernig Gretar áttur að ganga í dag. Á þriðju brautinni er hann Jörg Fleskreich frá Þýskalandi og hann hefur ekki komist á mót síðan 2006 held ég að það verið. 2006. Var hann mikill missir fyrir greinina og samfélagið í heild sinni. Sammála því og hérna sjáum við fransmanninn Jean-Claude Debleu. Það er rétt Helgi, hann er hérna á 4. brautinni. Og var einmitt dæmdur í leiknum í Þórshöfn. Já, fyrir gat í gerurtunni, gaman að sjá hvort hann leikuði hér eftir í dag. Já, og hérna erum við komnir 1500 metra tölt karla er að hefjast hérna í Brussel. Og verður gaman að sjá hvernig Gretar eftir að ganga í dag og þeir eru að fara og hann er komin á stað, Gretar, frábær fótavinna. Normaðurinn hellir sér á lestinni. Frábær fótavinna hjá þjóðverjanum. Herðu, hann er bara bífjafn við þjóðverjan, frakkinn að býta í tvennt. Og Gretar er fyrstur. Hann er fremstur á þjóðverjanum. Þetta hefur ekki sést áður hérna í Brussel. Og þar vinnur Gretar. Íslensku stuðningsmennirnir gjörsamlega missa klóruna. Ég á ekki til orð. Ekki aukatekinn. Ekki aukatekið orð. Nei. Æðislegt hvernig Gretar höndlaði þetta. Ný saga skrifu hér í dag í íslenskum íþróttaheimi og við þökkum hérna úr stúdíónu. Við þökkum fyrir og góða nótt. Dagur 6. Það er ekki kría búin að vera á sveimi hérna yfir. Þannig að austan við bakkan. Við byrja að færa sig askoti mikið upp á skaftið. Þannig að við byrja að áreita börnin mín og kindurnar. Ég vona innilega að hún fölgi sér ekki. Verið sæl.
Lélegt kombo. Svo vorum við örugglega að rífast í svona klukkutíma hvort það væri til svartir kommaskór eða ekki. Lárus! En Steffi, hvað ætlaði að gera eftir 7. bekk? Ég er að spá ég að fara í ársfrí til Frakklands og fara í lögfræði í HR. Lögfræði? Ég held alltaf fyrir sálfræði. Heyrðu stelpur, trúðurinn var að mæta. Áttu kött? Hæ? Sandra, bróði minn, á 3 kött. Bæði hvít. Dagur 17. Krían byrja að færa sig nær bænum. Sveimur hérna yfir kringu sveiturnar. Byrja að árita alla. Byrja að goggi í benni mín. Þau þora ekkert út úr húsi lengur. Svo er sauðféð. Það byrja að hafa sér eitthvað einkennilega. Það er alveg mjög einkennilega. Mér líst ekkert á blikuna. Nei. Verið sæl. Þannig ég var ekkert að tvítóna þetta við hann og sagði bara við hann að það er ekki til neitt sem heitir svartur Converse, sko. Það er svo rétt, sko. En hérna mamma, hérna hún har svona svarta, svona Samsonite flugfreyjutösku. Og ég held að það er í maí eða júní, eitthvað mitt á milli. Má ég rétt stoppa þig? Ég þarf að skeppa, má ekki bara láta á hold? Lási! Þú verður bara að koma þér upp! Alveg ótrúlegt hvað þú getur staldrað við! Og keyptir ekki tómata! Ég var búinn að segja þér að kaupa tómata! Og Lási, og svalahurðin, það vantar ennþá 15 mm skrúfu! Og ég er búinn að segja þetta við þig! Og þú veist það! Þú veist það, Lási! Og bólan! Og bólan á bakinu, hún er ennþá sneisa full af greftri, sneisa full, alveg með eindæmum, Lási, með eindæmum. Og Lási, og bílastæðin eru allt á þröng, það er svo mikið klaki að ég sé ekki hvert ég er að leggja. Þú bara að mála þetta upp á nýtt. Eins og að vera með fötluðum manni í kaffi, sko. Og ertu svo bara að fara? Og hvert er þetta að fara? Með tösku! Með tösku! Djöfusins vesen þetta maður.
World class. Miklu meira en líkamsrækt. Já, Salomon. Já. Gjörðu svo vel. Takk. Fáðu bara sæti. Já, takk. Segðu mér, hvað hefur verið að plaga þig? Ég veit það ekki, ég er bara búinn að sjá eitthvað vitlaust. Það er bara síkast þér, sko. Ok. Skulum kíkja á það. Þú setur bara högguna hér og horfir í linsuna. Þú ert bara alveg rólegur. Saumur þá. Þetta er alveg á hreinu. Getur tekið allt. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að segja þetta. Þú hefur ekki verið að umgangast mikið gamalt fólk nýlega. Nei, ekkert meira vanalega, sko. Nei, allt í lagi. Öryrkja, kannski? Nei, hvað kemur það málum við? Þú hefur ekki verið að fara til Finnlands nýlega. Nei, hvað er í gangi? Jú, sko, málið er að þú virðist hafa nælt þér í Svartsýni. Ha? Dagur 47. Ófögur sjón blasti við mér er ég gekk út á bílunum í dag. Þessi helvítis kría var búin að drepa 4 af mínum bestu rollum. 4. Ekki svara. Þessi kría er að leggja mig í einelti. Verið sæl. Spara tígull. Nei. Georg. Strákar. Shit. Ég var að fá töffara bréf. Ég líka maður. Hvað heldur þau að mannina mæti þess að morgunleik fyrir mig? Guð, ertu eitthvað klikkaður? Okk, þetta helvítis heilsueflandi elliheimili shit. En Georg, hvernig gekk með frúnna upp á 4. hæð? Með frúnna upp á 4. hæð? Já. Það er klára. Nei, gamli refur maður. Þið vitu hvernig með þessar Alzheimer-gælu. Þær mun aldrei eftir manni. Maður getur bara að fífla þær aftur og aftur og aftur. Boys, hvað er þess að fokkast? Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click, 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 click. Þetta er nú bara nippi. Jæja, strákar. Það er kominn tími til að taka pillurnar. Já. Svona. Takk, alltaf mín. Gerið svo alveg. Já, hvað? Er bara komin happy hour. Ég var nú til í að láta þessa skeina mér. Hún skeindi mér nú í fyrradag. Það er nú ekki neitt. Ég let hana baða mig þegar ég drullaði upp á bakundaginn.
ætlum að drulla á sig. Tekkið á þessum. Helvítis busa. Lélegt kombo. What? Hvar veistu rauðan? Ertu á túr? Já. Næs! Ég líka! Það er geggjað! Komdu fram, ég verð að sýna þér hella. Ok. Nei, sko, þú verður að tjekka þetta. Næs! Vá, hvað þetta mikil snilld. Það enginn til að bugga mig, enginn til að skamma mig og ég má gera hvað sem ég vil því að ég einn í heiminum. Dagur 86. Krían búið að eyðileggja líf mitt. Búin að svifta með öllu sem ég hann. Konan og börnin eru farin. Nágrannarnir, þeir hræðast mig. Og ennþá sallar þessi kría niður sauðfénu mínu. En ég get ekki upp. Ég gefst ekki upp. Ekki fyrir inn í fullan hnúana. Heyrðu það? Ekki fyrir mitt litla líf. Helvítis krían. Nei, anskotin maður, komið hérna, ha, komið hérna, ha. Udd og Sveppi, við erum hérna mætti fyrir utan 365 ára, Uddi, blessaður, hvað segirðu kallið minn, Udd og Sveppi hérna. Var þetta Reykjafélagið? Nei, Uddi, þetta Sveppi hérna maður, djöfullin aðeins það. Já, það stöður. Uddi, djöfullin, Uddi. Já, og síðan ég fekk mér Ceylon, það hef ég bara ekki lent í þessu. Í alvörunni? Í alvörunni talað. Það var ekki gott. Það var geggjað. Algjör snill. Já, heyrðu, en ég er rosa spennt fyrir matinn. Já, ég er búin að heyra ótrúlega góða hluti um hann. Óli fer svona daginn og hann sagði að vera geðveikur. Já, það. Jæja, eru þið tilbúin að panta? Heyrðu, nei, við erum búin að panta. Akkur er þetta alltaf með hárið svona fyrir andlit. Þetta er svo sæt svona, þegar það sést í því. Nei, alveg talað. Ég meina. Friðrik! Meat and cheese á nafninu Friðrik! Já, það er það. Domino's! Hvað sem er! Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know it's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new, and after having spent the day together, hold each other close the whole night through? Lélegt kombo. Dagur 113. Þetta líklega mín síðasta færsla. Krían að elta mig hérna.
og hún ætlar að ganga með dauðum, segi ég. Sérðu, hann er hún, sérðu. Helvítis krían. Ég veit að Okkar fyrsta kossin kistumst við. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum og engan lítið fegurri þig. Ég minnist þess hve ótal sinnum þín augu litu töfrandi á mig. Stjörnur bliki bláum himinn geymi, á bláma þinna augna minna þær. Sú kona til ekki öllum heimi, sem orði gæti mér jafn ljúf og kær. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum og engan lítið fegurri þig. Ég minnist þess hve ótal sinnum þín augu litu töfrandi á mig. Letinn fer með mig, ég meika þetta ekki neitt. Ég get ekki fundið leiðina út. Ekkert að gera, þetta orðið allt of þreytt. Ég fara burt héðan sem allra fyrst. Og það eitt sæti laust. Við erum mættir, komdu þér út. Ferðin hafin út á heimsenda. Ég fer, Frikki mættur, hann kemur með. Skiptir engu máli, förum hvert á land sem ég set mig í gírinn, beint í rjómabílinn. Tók þetta kort frá pappa og bensínið frí. Ég geri hvað sem ég vil. Það ekkert sem stoppar mig. Ekki séns að ég snúi við. Slepptu þér og leyfðu þér aðeins sama hvað aðrir segja þér. Gerðu það, alveg sama hvað sem ég geri það með þér sama hvað aðrir segja
ég svolítið sveitt. Í Adamsklæðunum við sigrum þennan heim. Ég hætt ekki fyrr en ég dey. Mér er alveg sama, engar reglur gilda hér. Hvað ertu að pæla? Ég þarf mig að kæla. Ég busla í bóla pabba frænda míns. Frelsið er allt sem ég þarf. Það er ekkert betra. Það er ekkert sem stoppar mig. Ekkert sem stoppar mig. Það er ekkert betra. Ekki sem það ég snúi við. Slepptu þér og leifðu þér aðeins sama hvað aðrir segja þér. Gerðu það, alveg sama hvað. Hvað sem er, ég geri það með þér sama hvað aðrir segja mér. Leggjum af stað og förum í ferðalag. Slepptu þér og gerðu hvað sem er. Núna er tíminn, höldum áfram endalaust. Við munum aldrei snúa við. Slepptu þér og leifðu þér aðeins sama hvað aðrir segja þér. Gerðu það, alveg sama hvað. Hvað sem er, ég geri það með þér sama hvað aðrir segja mér. Leggjum af stað. Þetta er óskrifað blað. Thank you.